Hæ, hæ. Mig langar að fara yfir eina skák sem ég teldi fyrir löngu síðan í hraðskákmóti Hellirs 2011. Teldi hérna við fítameistarann Sigurbjörn Björnsson og hann fór út í frekar krefjandi línu í drekanum. Allir þessi leikir eru frekar eðlilegir hingað til og núna leikur hann Kóngur B sem ég tel að vera besti leikurinn í stöðunni. Svartur hefur nokkra leiki hér. Ég ákvað að leika hrókur E8 sem ég var ofta að gera á þessum tíma. Hugmyndin með þessum leik er að geta svara biskup H6 með biskup H8 oft. En gallinn stundum við hrókur E8 er að hrókurinn getur í sumum tilvikum verið bara betur staðsettur á F8 í ákveðnum stöðutípum þegar það kemur eitthvað pressa á F7. Hvítur leik H4, H5 og núna leika biskup H6. Rosalega mikilvægt að þegar maður sér þetta afbrigði í fyrsta sinn er að þetta afbrigði er frekar ólíkt þegar peðið er á H5, H7 og peðið er á H2. Vegna þess að í þeirri stöðu getur svartur auðveldlega bara drepið á H6 og fórnað skiptamun á C3 og svartur fær fínar bætur fyrir það. Þessu tilviki er það alls ekki þannig vegna þess að hvítur fær meiri pressu hérna út af því að þetta peðið hérna á G6 er minna valdað og hvítur getur auðveldlega þess vegna stöðvað einhvern veginn, alla sóknarmöguleika svarts á drottningavengnum. Þannig að í þessari stöðu þarf svartur að finna annan plan og það er að leika riddari C4 sem þvinga fram uppskipti á biskupum fyrir riddara. Hvítur getur eiginlega ekki gert neitt annað nema mögulega að fara með drottningun á C1 ef hann vill halda áfram að skipta ekki upp vegna þess að leikir eins og drottning G5 er hægt að svara örugglega með hrókur C5 eða jafnvel riddari H7, þannig að það er ekkert sem hvítur græðir á því að skipta ekki upp. Þannig að hvítur drepur og drepur hér og leikur G4. Þetta er frekar hættulegt afbrigði og svartur þarf að vera með þetta alveg á hreinu. Mér langar samt aðeins að minnast á að ef hvítur leikur riddari D5 þá þarf svartur að leika frekar skyndilegan leik. Hann getur ekki leikið þessari stöðu riddari D5 vegna þess að eftir E D5 þá nær svartur aldrei neinni pressu hér á drottningavengnum. Hvíti riddarinn mjög vel staðsettur á D4, peðið hér á D5 er mjög sterkt og ef svartur leikur einhverjum svona hefðbundnum leikum eins og drottning C7 eða drottning B6 og hrókur C8 þá mun hvítur bara gjörsamlega opna stöðuna og svartur hefur engin færi. Eini leikurinn fyrir svartan í þessari stöðu væri leika E5 en þetta er ekki sérstaklega spennandi peðastrúktúr að taka á sig stakt peð eða verri peðastöðu. Þannig að ef hvítur leikur þessar stöður riddari D5 þá er besti leikurinn fyrir svartan að leika E5 og þá kemur upp einhvern veginn önnur peðastaða eins og til dæmis þessi sem peðið hér verður veikt en svartur fær einhverja bætur í staðinn með að leika biskup E6, hrókur C8 og þetta er bara þekkt peðsfórn sem gefur svartum bara fín færi. En aftur að skákinni. Andstæðingur minn leik eftir uppskiptin á G7 þá leik hann G4 og núna verður svartur að drepa G4 annars er að fara að koma eitthvað G5, F4, F5 og það er bara valtað yfir svartan. Þannig að svartur drepur og H5 og núna ef svartur fyrir að drepa þá kemur bara hrókur drepur H5, getur bara H5, drottning G5 og staðan er búin. Og það er sama eftir hér, þá opnast líka drottningin hér og þessi stað er líka bara alveg búin. Þannig að eina leiðin fyrir svartan er að mæta hvítum á H-línunni með hrókur H8. Þannig að ef það er núna drepi hér þá getum við alltaf drepið með drottningu á H8. Það er það sem gerðist. Það kom H-drepur, F-drepur og F4 og núna þarf svartur að ná einhverju pressu á miðborðið og einhverju taki og hann gera það einfallega hér með því að leika E5 og núna hefur hvítur nokkra leiki í stöðunni. Hann getur drepið á E5 og leikið einhverju eins og riddari F5. Það myndi bara hálfpartinn þróast yfir í skákina eða leika riddari E6 og þá fáum við upp einhvern veginn svona stöðu sem er bara fín á svart
Svartur með þessi peð hér og hann með næga bætur fyrir skiptamunin. Hvítur þarf að eyða að festa hrókana við að valda þessi peð og stöðva þið. Ef hvítur leikur eitthvað eins og bakka með riddarinn hér sem kannski svona vænlegasti leikurinn fyrir hvítan, þá getur svartur einfaldlega bara skipt upp og drepið og eftir uppskipti hér drottning E8 þá svartur bara í fínum málum. Það alltaf eitthvað máti í borði ef hvítur fyrir að reyna eitthvað á mikið, þannig að þessi stað bara helviti góð fyrir svart. Andstæðingur minn ákveða samt að leika þessar stöðu riddara F1 sem bara algjör blöndur, en þess að hann bara gefur mann og svartur nær auðveldlega að loka á sóknina. Ég drap mann með peði, hann drafði hérna og leik drottning G5 og núna hefur hann örugglega haldið það að svartur myndi lendi ykkur vesinu út af drottning G7, drottning G6, drottning G7 sem myndi bara vinna skákina, en svartur getur einfaldlega leikið bara eins og ég gerði í skákinni drottning G8 og þá engin sókn í viðbót og næsti leikur hjá svartur með bara biskup C6 eða uppskipti á H1 og biskup C6 og þá svartur bara heilum manni yfir. Drottning E3, drepið, biskup C6 og hrókur F4 sem hugmyndin þessum leik var einfaldlega að hóta máti og hóta að drepa á F5. Andstæðingur minn leik B3, drottning G5, skemmtilegur leikur sem hótar hróknum og í leiðinni gera hann hvítum ekki kleift að drepa hérna á F5. Þannig að eftir hér þá endar skákin í máti og hvítur gafst upp út af drottning C sem kemur næst. Þetta var eins og segi frekar einföld skák þannig séð, en svartur þarf samt að vera með þessa línur á hreinu vegna þess að þetta getur verið mjög krefjandi fyrir svartan ef hann þekkir ekki þessi plön eins og gerðist í þessari skák.